Hildur, þú hefur beint spjótum þínum að Guðna, gerði það fyrstur frambjóðanda hér, skrifaðir harðorða grein í garð hans, sagðir að hann væri fulltrúi valdsins, skapaður af fjölmiðlum, peysufræðimaður sem væri dreginn fram, en á sama tíma þá ert þú að boða það að í þínu framboði að fólk eigi að vera jákvætt og gott við hvert annað. Ertu ánægð með að hafa leitt framboðs orðræðu þína inn á þessar brautir? Ég var ekki að gagnrýna Guðna sjálfan. Ég var að vekja athygli á þeim völdum sem eru á bakvið, þeim völdum sem vilja halda völdum hérna. Það sem að, já, hvernig samfélagi virkar. Ég var að beina athyglina því. Að hvetja kjósendur til að sjá í gegnum kerfið. Og hvernig virkar það? Tökum til dæmis bara nýju stjórnarskrána. Hverjir vilja fá hann í gegnum, hverjir ekki. Ég meina, hún minnkar völd stjórnmálaflokkana, ráðherrarnir fara út á þingi og þess vegna vilja ráðherrar og þeir stjórnarflokkar sem eru núna við völd ekki vilja fá hann inn vegna þess að þetta minnkar völdin þeirra. Og kannski með forseta, hann vil kannski ekki fá hana núna vegna þess að hún minnkar völdin hans. Og fyrsta skrefin til bata er að sjá vandamálið. Þannig að ef við ætlum að breyta kerfinu þá verðum við að gera okkur grein fyrir hvernig kerfi virkar. Og ég var alls ekki að beina þessi gegn Guðna sem ég hef margoft sagt. Heldur bara kerfinu. Má ég segja einhvern svona? Já. Ég ætla að bæta hans við bara við það sem ég sagði áðan. Það sem ég var að gagnrýna valdið er að í gömlu stjórnarskránni er vald forseta svo mikið að þess vegna, eins og ég sagði í greininni, þá skiptir svo miklu máli að í embættið komi einhver eftirgefanlegu maður, einhver sem er hliðhollur þessum flokkum sem að halda völdum í landinu eða vilja halda völdunum. Og það er þess vegna líka sem þeir velja einhvern ákveðin frambjóðanda og hrúa sér á bakvið hann og beita náttúrulega öllum ráðum sem þeir gera. Mér hvort sem Guðni er einhver annar, við sem kjósendur þurfum að sjá í gegnum þetta og skoða hverjir eru í kosninganefnd hvers og eins og skoða hvaða aðilar eru á bakvið hvern og einn. Og svo metum við út frá því og tökum sjálfstæða ákvörðun og ekki hlusta á fjölmiðla sem að því skoðanakannanir eru skoðanamyndandi. Þannig að ég treysti því að það er helmingur þjóðarinnar sem á eftir að ákveða sig og ég treysti því að þetta fólk taki upplýsta og sjálfstæða ákvörðun hvernig mun kjósa og kannski eftir þennan þátt hérna í kvöld. Takk fyrir það. Ef þú verður forseti, munt þú beita þér gegn því að stjórnarskráni verði breytt? Hildur? Hér er verið að tala gömlu stjórnarskrána, núverandi. Þannig að ég er ekki hrifin að því sem verið að breyta henni, verið að plokka úr þessari nýju til að setja hana og réttlæta hana eitthvað áfram. Bara hendum þessari gömlu og tökum þessari nýju inn, þar segi ég. Þessi spurning er svona, ef þú verður forseti, munt þú vísa lagafrumvörpum til þjóðaratkvæðagreiðslu ef tiltekinn fjöldi kjósenda óskar þess, jafnvel þó að þú kunnir að vera að sammála þessum lögum? Hildur? Já, ég myndi, svarið mitt er já og ég vil með við 10% eins og er í nýju stjórnarskránni. Og líka þessi lög sem eru tiltekin í nýju stjórnarskránni sem eru ekki þá, sem ekki er að skjóta til þjóðarinnar, eins og með skattalög og hvað var það minni hlutahópa. Og ég vil bara að við förum að koma þessari nýju stjórnarskrá í gegn og þar er þetta bara alveg skýrt. Það eru ekkert að vera að rökræða þetta hér. Við ætlum að ræða núna forsetann sem sameiningartákn og leiðtoga. Og það eru flestir sammála það að forsetaembættið, að forsetinn þurfa að vera bæði sameiningartákn og líka leiðtogi þjóðarinnar. Það er kannski erfitt að skilgreina hvað í því felst. Forsetinn á að vera leiðtogi en það er ekki allir sammála það hvernig leiðtogi hann eigi að vera. Hildur, þú hefur verið gagnrýnd fyrir það að setja fram umdeildar kenningar til dæmis læknavísindin og ráðleikur fólki frá því að fylgja læknisráði hvað varðar brjóstakrabbamein og í raun og veru má kannski segja það að þú að einhverju leyti hafnir þessari vísindalegu aðferð sem að menn eru nú kannski sammála að styðjast við. Ert þú einhvers konar kuklari eða hvað er bara að segja? Í fyrsta lagi þá er ég ekki að hvetja fólk til að fara ekki að læknisráði. Alls ekki. Ég er bara að segja að vísindin hafa ekki alltaf rétt fyrir sér og vísindin er ekki hafin í gagnrýni og án gagnrýni væri engin framþróun í heiminum. Væri engin framþróun í vísindunum. Hvað ertu þá að predika? Sko, nú það sem ég er að segja, það sem ég var að gagnrýna nákvæmlega þarna var að væri verið að hvetja konum til að fjarlægja heilbrigð brjóst þó að væri búið að finna genið sem að ylli brjóstakrabbameini. Þannig að þú ert að hvetja konur til þess að fylgja ekki... Nei, það sem ég er að segja, við erum heilbrigð brjóst. Að sjálfsögðu fara allar konur í brjóstaleitarstöðina og kanna hvort það sé eitthvað byrja, en ekki vera að fjarlægja heilbrigða líkamshluta áður en eitthvað byrjar. Og mér langar að spyrja,
þegar að verði búið að finna genið fyrir blöðruhálskirtilskrabbameini á þá að hvetja karlmenn til að fjarlægja blöðruhálskirtilinn og setja sílikon í staðinn. Það verður að setja sílikonbrjóst í staðinn sem hættulegt efni. Og hvað viljið þið fá sílikon? Blöðruhálskirtil í staðinn og hvað með kannski, bara eins og plastbarkan hérna í hálsinum, hvað ætlum við að enda? Ætlum við að það er búið að finna genið fyrir krabbamein í lungum, ætlum við þá öll að fá plastlungu? Það er þetta sem ég er að gagnrýna. En þurfum við ekki bara að treysta læknunum fyrir þessu eða? Vísindamenn, alvöru vísindamenn sem eru að rannsaka, þeir lesa alls konar bækur. Þeir lesa bækur eins og mínar og hugsa, já, býtur, eitthvað þarna sem ég get fengið hugmyndir að. Þeir sem eru að verja vísindin og tala gegn þessu sem ég var að segja, að þetta er fólk sem er ekki vísindilega menntað, heldur fólk sem telur sig vera að gæta hagsmuna vísindana. En getur fólk saminast, að því við nú að tala hér sameiningartákn, getur fólk saminast mannesku sem heldur ykkur fram sem að læknavísindin styðji ekki og flestir læknar myndu segja að væri bara algjört bull? Sko, þú skal nú bara skoða hvað er verið að rannsaka eða hvaða breytingar eru í meðförum brjóstakrabbameins til dæmis. Það eru læknar út í heimi sem eru hætt að skera. Það eru alls konar rannsóknir. Ég er bara ekki mikill fylgismaður, ég hef ekki til að kynna mér þetta neitt mikið. Mér bara blöskrar þetta fyrir nokkrum árum. Þetta er ekki það sem ég stendur í framboðinu, en hins vegar er miklu meira óhefðbundnar aðferðir heldur en að fólk gerir sér grein fyrir vegna þess að inn á öllum spítulum og sjúkrastofnunum er fólk, sjúkraliðar, hjúkrunarfólk, meira að segja jafnvel læknar sem eru að nota þessar aðferðir. Það fer bara svo leynt vegna þess að má ekki tala þetta. Og þess vegna segi ég, tölum þetta. Þetta er allt í lagi, þetta er ekkert kukl, þetta er ekkert að óttast. Og ég sé í framtíðina að við munum blanda þessu saman og þess vegna er ég einmitt sameiningartákn. Vegna þess að við tökum það besta úr vísindunum og tökum það besta úr þessu. Og ég hef oft nefnt hérna þessu Mayo Clinic, þar geraði krabbameins meðferðirnar, efnakemíska meðferð og allt og nota heilun með, af því það læknar eða hjálpar með aukaverkanirnar. Takk fyrir þetta. Á forseti að útiloka fyrirfram að hitta þjóðarleiðtoga ríkja sem eru sökuð mannréttindabrot af samtökum eins og Human Rights Watch til dæmis. Hildur? Já, mér finnst að við höfum alltaf að hitta alla þjóðarleiðtoga þó hafi farið fram í mannréttindabrot vegna þess að það er einmitt vettvangurinn til að ræða við þá. Það er ekki gott að hunsa þá. Miklu betra ræði við. Alþingiskosningar í haust þær verða ekki nema forsætisráðherra að leggja fram beiðni þingrof til forseta. Það liggur fyrir að formaður Framsóknarflokksins og hluti þingflokks er andvígur kosningum í haust þótt forsætisráðherrann sé þeim hlynntur. Til að spyrja já eða nei, munt þú samþykkja þingrofsbeiðni frá forsætisráðherra í haust undir þessum kringumstæðum? Hildur? Já, algjörlega. Ég mun undir þetta af því fólki vill kosningar. Hvað finnst frambjóðendum að leggja niður forsetaembættið? Hildur? Nei, ég myndi ekki vilja leggja það niður vegna þess að forseti hefur mikilvægt hlutverk í landinu. Hann er talsmaður friðar í heiminum og málsvari fólksins og sameiningartákn, hann er bara mjög mikilvægt hlutverk. Nú langar mig til að fara í svolítið annan gír, tala Ísland og heiminn. Ólafur Ragnar Grímsson sagði hér í þætti forsetaembættið í gær að forsetinn get ekki lengur leyft sér að sitja heima á Bessastöðum. Krafa nútímans væri sú að forsetinn, hann fer heiminn, hann talar máli Íslands á alþjóðavettvangi, sé andlit þjóðarinnar út á við. Hildur, þú tekið dálítið undir þennan boðskap Ásthórs þennan friðarbóðskap. Þú talaði að Ísland geti orðið miðstöð friðar í heiminum. Getur þú skýrt það? Já, ég tel að embætti forseta sé sóað ef það eru ekki einstaklingur sem tala fyrir friði í heiminum. Vegna þess að fyrst þurfum náttúrulega að koma á friði eða jafnframt þurfum að koma á friði hérna í samfélaginu og finna leiðir til að vinna saman. Og svo geta aðrar þjóðir þá hort til okkar og séð hvernig við gerum þetta. Við erum lítið ríki, boðleiðir eru stuttar og breytingar eru miklu fljótari hér en annars staðar. En ég sé að forseti fari mikið til útlanda og taki þátt í friðarráðstefnum og við höldum friðarráðstefnum hérna heima og þetta verði svona, já, eins og ég segi, fyrirmynd að friðarríki. Þar sem að lýðræði er virt, þar sem að fólki hefur mikil völd, þar sem að við höfum borgaraþing og virkilega allir fá útrás fyrir reiðina, í staðinn fyrir að reiðin beinist inn að fólki, að við notum reiðina til að byggja upp samfélagið og bara tala fyrir frið í heiminum og forseti hefur aðgang á öllu þjóðarleiðtogum heimsins og að sjálfsögðu á hana að nota þau sambönd og heyra all sjónarmið og líka því við erum lítil, þá er miklu meiri líkur á að þjóðarleiðtogi myndi segja okkur eitthvað sem hann myndi kannski ekki segja því landi sem hann er í tókstreitu við.
Þannig að þarna getum við komið sem svona litli milliliðurinn, já. Hvaða spurningu langar þig að spyrja forsetaframbjóðendur? Hvað heldur það sé skemmtilegast við að vera forseti? Já, það er nú ekki flóknar en þetta. Við ætlum sér að spyrja ykkur, hvað haldið þið að sé skemmtilegast við það að vera forseti? Þetta er ein spurning fyrir ungu kynslóðina. Hildur? Já, tvímælalaust hjá mér að hitta fólki í landinu. Mér er æðislega gaman þegar ég var að safna undirskriftunum og svo gaman að heimsækja alls konar vinnustaði og heimsækja alls konar fólk og spjalla við fólki. Það verður það sem ég hlakka mest til, verði ég kosin.